something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Oh, I'm weak and poor. All I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, where it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, when it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Ég þarf nást því meir en í gær. Ég þarf nást því meir en orð fá lýst. Ég þarf nást því, því mest af öllu þín ást til mín, þín ást til mín. Án þín eilífa far, konungur hjarta míns, drottinn þú ert mitt líf.
Jesus mér allt, já drottinn að eilífu. Ég ganga vil þér við hlið. Ég vil aldrei snúa aftur til míns gamla lífs. Ég þarfnast þín. Syngið saman, ég þarfnast þín og ég þarfnast þín. Meir en í gær, ég þarfnast þín. Meir en örfá líst, ég þarfnast þín. Því mest af öllu þín ást til mín. Ó, þín ást til mín. Saman, ég elska þig svo heitt. Halleluja. Ég elska þig svo heitt. Ég elska þig svo heitt. Ég elska þig svo heitt. Guði. Þetta var yndislegt. Má ég heyra amen? Ó, Guð góður. Ég veit að það er mikið af fólkin okkar í sumarfríi og fólk út allan bæ og borg og bí en Guð er hinn sami. Það skiptir ekki máli að þetta sé 1 í lofgjörð eða 3 í lofgjörð eða 15 í lofgjörð. Andi Guðs er hinn sami. Og það er svo dásamlegt, það segir í orði hans að það sem 2 eða 3 eru samankomnir í hans nafni. Og lykillinn gott fólk, að vera samankomin í hans nafni. Og ef við skoðum hvað nafn þýðir í Biblíunni, þá þýðir það eðli Guðs. Þegar við erum komin í hans eðli, við erum samankomin í eðli hans. Og hvert er eðli drottins? Það er kærleikur, það er friður, það er fögnuður, það er fyrirgefning. Ég veit ekki með ykkur en ég þarf á fyrirgefningu að halda okkur með einasta degi í mitt líf. Ef ég minnsti ekki mig í orði þá í hugsun. Og vitið það, þetta er besti vinur sem hægt að hafa, það er Jesú. Og hugsa ykkur að hafa aðgang að frelsara alheims, sá sem að skapað okkur, hann er tilbúin að ganga með okkur. Hann er ekki að skilja okkur eftir út í skurði, hann fyrirgefur okkur, hann gefur okkur gleði, hann gefur okkur tilgang. Og hann er hér. Og ef við erum hér og okkur skortir eitthvað á, þá er hann bara andadrætt í burtu. Hann meira þess að skilur andvarp okkar. Þannig að mér langar til þess að biðja ykkur að rísa á fætur. Og nú ætlum við að gera svolítið sem er mjög mikilvægt fyrir okkur að gera. Það er að leggja allt til hliðar. Og kannski ert þú bara að gangi í gegnum ykkur að kringumstæður en prófaðu að setja til hliðar og hugsa bara Jesú. Prófum að lyfta upp höndum okkur og hugsa bara Jesú og lyftum bara upp hans nafni akkurat núna. Drottinn, ég bara lofa þig hér í dag.
Drottin, ég þakka þér fyrir að þú ert stór, þú ert mikill, þú gerir furðuverk. Drottin, ég þakka þér fyrir einn og sérkvern hér í dag. Ég þakka þér fyrir tónlistateymið okkar, drottin, ég þakka þér fyrir kirkjunu okkar. Drottin, mér langar til þess að biðja fyrir einum og sérkvörn hér í dag. Kannski einhver sem að hlusta á mig, sem að gangi í gegnum erfiðleika, sem búin að missa von, drottin. Að þá ert þú Guð vonarinnar. Þú ert Guð endurreisnar, drottin. Og Jesús, ef við bara vonum á þig, að þá kennir ritningin að þá fáum við nýjan kraft. Og drottin, ég bið að þegar við erum að vona á þig hér í dag, því að það er engin tilgangur að vona á neitt annað þegar við vonum á þig. Gef okkur kraft til að rísa upp. Gef okkur kraft til að verða þær manneskjur sem við eigum að vera. Og drottin, ég bið fyrir þeim sem að horfa, sem í erfiðum kringumstæðum, drottin minn, ég bið að gefa þeim von. Drottin, eins og þú hefur gefið mér von. Og við biðjum í Jesú nafn og allir liðurinn sagði. Amen. En við ætlum að taka samskot hér í dag. Og þeir sem að horfa, það nýtt sem við erum að bjóða upp og það þetta Aura app. Þannig ef þú átt þetta app, þetta Aura app og þeir langar til þess að gefa í Smárarkirkju, þá þér bara algjörlega heimilt að gefa. Við erum hér og við eigum þessa kirkju saman. Og við gerum þetta saman. Og það svo mikilvægt, vinir, þegar við erum að ganga göngunum með Drottni, að við höfum þetta gjöfulega hjarta. Ekki bara varandi peninga, heldur varandi alla hluti. Varandi hjart okkar, varandi kærleik okkar og hvað sem það kann að vera. Því að ef við gefum, þá mun okkur gefið verða. Þannig ég bið Drottinum að blessa þegar við tökum samskotin hér í dag í Jesú nafni.
Hér, þetta stórkostlegt. Amen, gefið þeim gott klapp. Amen. Steinar minn, þú fórst bara á kostum. Takk fyrir okkur. Fannst ykkur þetta ekki yndislegt? Óvenjuleg lofgjör í dag og bara ofboðslega blessuð. Yndisleg. En það komið að því besta og ég sé vin minn hérna dökkan á hörund. Amen, tilbúin til þess að tala til okkar í dag. Eigum að rísa aftur á fætur út af það gott að standa og sitja og standa og sitja. Það gott fyrir blóðrásina. Mér langar bara til þess að blessa þennan frábæra vin minn. Við erum blessuð að hafa Halldór, ég bara segja ykkur það. Þannig að mér langar til þess að við bara tegjum hendur okkar til Halldórs í dag og við byggjum fyrir honum. Drottinn, ég þakka þér fyrir hann. Ég þakka þér fyrir Drottinn að þú gefur honum orð að mæla. Drottinn, ég bara blessa hann hér í dag, Drottinn. Og ég blessa það orð sem að þú hefur sett í hjartans. Og mætti það ekki bara vera orð sem eru töluð, heldur sáðkort sem fari í hjarta okkar. Og ekki bara fari í hjarta okkar, heldur bera ríkulegan ávöxt. Og Drottinn, að við mættum næra það orð og hugleiða orð þitt. Drottinn, að það mætti bera þennan ávöxt. Og Drottinn, ég bið fyrir kirkju þinn og einum og sérhverjum þegar við tökum við orðinu hér í dag. Og við biðjum í Jesú nafni. Amen. Takk. Já. Góðan og blessaðan daginn. Þetta er frábært. Það er sumarfrís tíð og hérna hálft bandið einhvers staðar út á landi. Nú er allir Íslendingar að ferðast innanlands eins og við vitið. Dásalegt. Uppgöta landið sitt upp og nýtt. Samt fáum við svona alveg svona ekta fína. Þið gerðu þetta svo vel. Alveg frábærlega vel. Takk fyrir það. Já, það er fólk að uppgöta landið sitt upp og nýtt. Það komið tíma á það. En það er aðeins skemmtilegra reyndar að fara jafnvel gullna hringi núna sko þegar ekki 5.000 manns á Gullfossi á sama tíma. Það er eiginlega mun skemmtilegra. Þó að við viljum ekki hvart yfir að fá ferðamennina sem að hjálpa okkur í efnahagsmálunum okkar. Þannig að það kemur aftur. Við langar að segja ykkur ef ég má eina litla stuttasögu í byrjun. Hefur eiginlega ekki beint með það sem ég langar að tala um í dag. En ég held að sé viðeigandi af einhver ástæðum fyrir einhver okkar. Og ég ætla að byrja á frásögu, örstuttri frásögu af því að þetta er COVID-tími, en þá var það bakteríufaraldur, einn af mörgum í Afríku. Það er svolítið húmor í þessu, en þetta er samt ekki brandari, sko. Þetta er mjög mikið alvera í þessu. En það er svolítið svona húmor í því. En rétt í ríkjunum rétt sunnan Sahara í Afríku, þá geisaði mikla pestar og sem leiddi til dauða vegna þess að þeir voru hreinlega ekki með mótefni við þessu og ekkert pensilín og ekki neitt og nema þeir sem komist í sjúkrastöðvarnar sem voru mjög fáarindar á svæðinu að þar var hægt að fá hjálp. Síðan spyrst það til Vesturlanda, til vísindamanna Vesturlanda, að það sé töfralæknir sem er búin að finna upp einhvern seið, einhvern drykk sem hann gefur fólkinu sínu og þau verða ekki einu svona veik. Og þeim fannst þetta nú merkilegt, hvað meina verða ekki veik? Nei, og enginn dáið það? Nei, enginn dáið þessum ættbálki eða neitt þar í kring. Enginn. Já, en bakterían er á flegi ferðum akkurat, já, það er bara sama. Við verðum að fara að skoða þetta, segja þeir. Svo þeir drífa sig til Afríku, senda sérstakka sendinefnd, það er alltaf sendinefnd. Og þeir hitta töfralæknin og segja, við fréttum það að hérna væri engin veikur. Nei, ég er mikill töfralæknir. Ég er búin að búa til seiðin. Já, segðu okkur hvað þú gerðir. Segðu okkur hvað þú bjóst til. Ég byrja á því, sagði hann. Ég sæki vatn í uppspretturnar sem eru af bæjarlæknum, í bænum hjá mér. Ekki í miðjunlæknum heldur í uppspretturnar.
Ok, gott og vel, eins hreint vatn eins og hægt allt í lagi, gott og vel, það eitt og sér læknar ekki bakteríur. Nei, það rétt, síðan fer ég hérna út í, þetta var svona bússhverfi, þetta var ekki sem sagt H3 heldur svona runnar frekar, og ég fer og ég sæki lauf af runnum sem eru komnir yfir 1,60 á hæð. Ok, já, mjög spes. Og, ok, en eitthvað munur á laufinu á runnunum fyrir ofan 1,60 eða fyrir neðan 1,60? Já, það held ég, segir hann. Ok, gott og vel, hvað meira? Já, nú finnst vera spennandi, sagði hann. Síðan tek ég stærsta hanan úr slátrunum og síð kambinn á honum og helli seiðinu út í. Og vísindamennir, ok, nú þetta alltaf að koma, sko. Og hvað meira? Já, síðan tek ég smá, síðan brenni ég hanan og tek smá ösku og set út í og fer með þulu. Og hvað gefur þetta að drakka? Já, ég gefur þetta að drakka. Þau læknast ekki að þessu það. Já, þau læknast. Ekkert meira sem þú setur út í heldur þetta. Já, ég glemdi einu. Svo set ég pensilinn sem ég fékk á sjúkrastofunni. Svo set ég smá pensilinn út í. Og mér komið í hug þessi frásaga vegna þess að sum okkar kristna, við höldum að myrkrið sé sterkara heldur í Jesú. Við höldum það að þú veist, þetta hanakamburinn og dauðinn, þetta svo sterkt, þetta svo illt, þetta svo fjarri Guði að það, þú veist, pensilinn virkar ekki. Pensilinn virkar alltaf. Jesús virkar alltaf. Vitið það er ekki til neitt sem heitir myrkur. Það er ekki til neitt afl sem er myrkur. Myrkur er bara fjarvera ljós. Vitið það? Það er ekki það að nú séum við með ljós hérna inni og segjum, myrkur er að koma og svo kemur bara myrkur inn og slekkur allt. Nei, þú eða ég slökkum. Eða rafmagnum fyrir af, eða eitthvað gerist. Þá kemur myrkur. Myrkri kemur bara þegar ljósið er farið. Sjáu til. Við þurfum á því að halda að átta okkur á því að afl Guðs er mun meira heldur myrkursins. Þú þarft ekki að óttast. Ljósið er sterkara. Pensillinnið virkar alltaf. Ok? Þetta var algjörlega frýtt. Já, nákvæmlega. En ég ætla að lesa hérna, ég ætla ekki að lesa þetta, byrja á að, þeir eru búin að heyra mig oft tala um 2 konur í Galatabréfinu, eða 2 sinnum allavega hef ég minnst á það í gegnum tíðinni í einu eða öðru samhengi. Það er 2 konur, það eru konurnar hans, það er önnur var konur hans Abrahams og hinn var sem sagt raunverulega ambátt Söru, konur Abrahams. En þetta voru konur sem að Abraham náttúrulega var að reyna að eignast afkvæmi með. Og afkvæmið var sonur sem að honum fannst Guð hafi gefið sér sem átti að leiða til raunverulega stórar þjóðar og þetta er frásögur Gamla testamentinu sem að mörgu ykkar kannist við, sem kannski ekki. Og þetta er lofur sem Guð gefur Abraham og átti að leiða til þess að honum fætti sonur og af honum myndu margir afkomendur koma eins og sandur, korn á sjávarströnd og stjörnur og himni og svo framvegis með öðrum orðum og blessun myndi heimurinn hljóta af. Og loforðið, þeir sem þekkið, vitið það að loforðið sem að þarna verið að tala um var ekki endilega frumburðurinn fyrsti þó að hann var svo sannlega loforðið, heldur Kristur. Það er að segja að þetta myndi, af þessum ættleik, af þessu kyni myndi Kristur fæðast sem síðan myndi frelsa heiminn. Okay? Abraham eins og þau munið var, aðeins að rifja upp, það er mikilvægt fyrir þeir sem ekki eru alveg með söguna þar á hreinu. Abraham beið eins og vitið. Ár eftir ár og alltaf 25 ár og ekkert var að gerast. Svo í millitíðinni reyndi hann að eignast barn með ambátt konuna sinnar. Því að hún, Sara, konuna, sagði, þetta er hérna þitt barn, þó að það sé ekki mitt barn.
Og hún var nú faktiskt mitt barn sem ég á ambáttina, þannig að er þetta ekki ágætt að gera þetta svona? og þau eignuðust barn og Ismael var til. Síðan bara, ef sem við myndum segja á góðri íslensku, out of the blue, þá bara fæðist allt í einu sonur hjá Söru. Og bæði, ég er alveg samfannum það, bæði, þau glöddust náttúrulega svakalega Abraham og Sara, en þau klóruðu sér í kollinu. Býtu, hvernig gerist þetta? Hvernig er þetta hægt? En það var kraftaverki, sjáðu. Munurinn á þessum tveimur konum, þær eru bara táknmynd upp á tvennt sem að Biblían kennir okkur í lífinu og Guð vill kenna okkur. Annars vegar er að táknmyndum þegar við rembust og reynum í eigin mætti að láta vilja Guðs verða veruleika. Eins og Abraham gerði með Hagar. Hin myndin, hin konan er táknmynd upp á það þegar hún getur ekki gert þetta hvað sem er og Guð verður að komast inn með kraft sinn. Guð verður að koma með kraft sinn, hann verður að koma með mátt sinn og gerir það, af því hann er búinn að lofa. Og það sem mig langar að aðeins bara rétt að imbrá í dag er framhaldið á þessari sögu faktiskt ekki bara í Biblíunni, heldur líka bara í andlega lífinu fyrir þig og mig 1000 árum seinna. Og það er þetta. Biblían segir að Sara, að Guð breytti, hún heit Sarai áður, Guð breytti nafninu hennar í Sara og setti staf í það sem á hebresku þýðir náð. Og áður en hún eignaðist barnið, þá var hann búinn að breyta nafninu hennar í náð. Þannig að náð, ekki Hagar, sem voru táknum verkin og lögmál, gat fætt af sér afkvæmið. Verkin og mín eigin verk og minn eigin kraftur og minn eigin máttur og allt það sem ég ætla að gera, gat ekki fætt af sér loforðið. Bara náð Guðs gaf okkur loforðið. En það sem mig langar að segja ykkur líka, að það þurfti 2 til. Það var ekki bara náðin sem fætti af sér, heldur líka kallinn hann Abraham. Hvað er hann kallaður í Biblíunni? Faðir trúarinnar. Með öðrum orðum, það þurfti bæði trú og náð til að fæða sér afkvæmið. Og fyrir þig að ganga inn í fullnust í þeim hlutum sem Guð hefur fyrir þig, þeim til lífi sem hann hefur skapað þig til að lifa, þeim gjöfum sem hann hefur gefið þér til þess að framganga í, þá þarf þú tvennt, eins og allir aðrir, þú þarf trú og þú þarf náð. Ég get sagt okkur aðra stuttasögu, já, við höfum fína tíma. Nóga tíma. Fyrir mörgum árum, eða mér fannst allavega fyrir mörgum árum, 80 og eitthvað. Það er langt síðan. Já. Sumikar í hennu fætt þá, sko. Jæja, þá dreymir mig draum. Ég bý í Kópavoginum og mér dreymir draum. Og hann er svona, þetta bara segja ykkur draumur í stuttum máli því þetta er faktisk mjög merkilegu draumur. Ég er að ganga þegar komið til Englands. Það sem eru svona raðhús, svona alveg, þau eru öll fest saman, attached svona homes. Og þau mynda svona lengi alveg og báðu mig götuna. Og þetta var svona þröng breskgata og fór svona niður brekku og upp hinum megin og það voru bara húsalengjurnar alveg alla leið, sko. Svo ég er að ganga þarna, ég komi niður í botnina og niður brekkuna og er að fara upp. Svo þegar ég verið að nálgast toppinn á brekkunni þar, þá heyri ég raddir og það er fullt af fólki út á götu. Fullt af fólki út á götunni, alveg blokkaraði götuna. Svo ég kem að og þá er þetta svona, eins og þessi hlerar hérna fyrir aftan, það er svona opið að búið að opna alveg inn í stóra sal út á götu og fólk stendur út á götunni og hlusta einhvern veginn inn og ég heyri bara rödd koma innan, ég sé ekki neitt. Svo ég teygi mig svona, Sakku, sem var litli kallinn, sko.
og ég sé ekki, það voru allir svona hávaxnir englendingar eins og þið vitið hvernig þeir eru. Þeir sem ég var náði, þeir eru ekki mjög hávaxnir, jæja. Svo ég fer inn í hópinn í kösina og ég spyr, hver er að tala? Já, þetta hefur ekki heyrt þennan, þetta er ræðumaður frá Ameríku. Ok, og hver er þetta? Hann heitir Kenneth Hagin. Já, og Kenneth Hagin, ég hef ekki heyrt hann segja. Jú, hann er að koma, hann er bara að predika hérna nokkur kvöld. Ok? Þegar ég vaknaði við þetta. Þegar ég vakna, þá fer ég náttúrulega strax að kanna hver sem Kenneth Hagin er. Þá kemur ljós að hann er svona trúar predikari. Hann er það sem við myndum kalla faðir trúar predikunarinnar á nútíma öld. Hann lagði grunninn af svona kennslu trú og skrifaði fullt af bókum og gaf út kassettur og teip og ég veit ekki hvað hann gerði ekki. Svo mér fannst það, já, þetta er merkilegt, sagði ég við sjálfa mig. Nema hvað, það leið ekki vika að mér dreymdi þennan sama draum 2 í viðbót. Nákvæmlega eins. Á einni viku dreymdi mér þennan draum 3 sinnum. Og þó að ég sé þykkur, þá var ég allt inni farin að fatta að það nú kannski verið að reyna að segja mér eitthvað hérna. Þú veist, draumar geta talað. Svo ég hugsaði með mér, já, ég verð bara að fara og hitta hann Kenneth Hagin. Bara, og vita hvað er í gangi hérna. Og viti menn, ég er náttúrulega eins og allir aðrir Íslendingar, bara drífa bara í þessu. Það er ekkert verið að skrifa út, hringja út, hann býr í Tulsa eða bjó í Tulsa, hann er dáinn núna blessaður, Tulsa, Oklahoma og það er ekkert verið að skrifa og spyrja verður við þarna, má ég koma heimsækja? Nei, það er bara keyptu flug með og farið. Freddi heitinn, elsku vinur okkur, að fá með mér. Hann sagði, má ekki koma með þér, Halldór? Já, hún mátt koma með mér. Svo við mætum þannig í Tulsa, Oklahoma og ég man að klukkan var eftir morgumat á hótelinu þá förum við inn og hún er verið 11 klukkan þegar ég kem inn á skrifstofuna þarna á þessari svaka campus, skóli er 1000 manna þarna og eitthvað svona mikið að vera einn hérna, já, það er bara að koma að hitta kallinn og bara ég er ekki svoleiðis. Það er bara ekki svoleiðis, það virkar bara ekki svoleiðis. Og ég segi þetta, já, ég kem inn og segi drauminn og segi, já, ég ætla að vita hvort ég geti að hitta Kenneth Hagin. Og þá hún sagði þetta, já, þú bara gerir ekki svona. Hann tekur aldrei á móti fólki svona, aldrei. En ég skal láta vita, sagði hún. Hann kom aftur klukkan 1 og þá var ég með svar, já, af eða á hvort þetta er hægt. Heyrðu, ég kem tilbaka og þá segir hún, heyrðu, hann vil endilega fá að hitta þig. Svo ég fer og hitt hann bara klukkan 1:30 strax og er með hann í svona 45 mínútur. Sagði hann drauminn minn og fannst þetta bara svo merkilegt og hún fannst það líka merkilegt reyndar og svo kom allt í einu hjartað hans fram. Hann var ekki svona, já, Guð náttúrulega notar mig í draumum og svona, sko. Það var ekkert, hann bara, heyrðu Halldór. Ég held, sagði hann, að það sem Guð er bara að segja við þig, að þú þarf bara að skoða þennan boðskap sem ég vel. Það er ekki flóknar en það, bara þennan trúarboðskap. Og farðu nú hérna inn á bókasafn og segðu þeim að þú mátt bara fylla töskundina. Ég fyllti töskundina bókum og kassettum og diskum og þú veist, bara, you name it, ég hef þetta komið að auka tösku. En hann bara gaf mér allt og ég sökti mér í að lesa þetta og stúdera þetta og svo framvegis. Og þetta var allt trú. Og trúarhreyfingin var mjög sterk og trúar kirkjur svo kallar, svona Word of Life kirkjur og Lífets Ord í Svíþjóð og Oslo Kristni Center í Oslo og fleiri út allan heim, stórar kirkjur, predikuðu mjög sterk trú. Það sem ég hins vegar mörgum árum seinna, og þetta er frábær boðskapur, það sem ég hins vegar mörgum árum seinna áttaði mig á að sumar þeirra predikuðu trúna án náðar. Það var bara pappinn, það var bara Abraham, það var engin Sara, það var engin mamma, það var engin náð, þannig að þú varst bara predika og þá gekk þetta út af þetta sjáð, þeir sem fóru verst út af því, þeir voru bara í Jesú nafni. Það var allt bara, það var alveg bara,
og svo var svona, þú þurfið að trekkja það bara, þú var bara ekki nógu með trú, bara trekkja það, í Jesú nafni, halleluja. Og þetta voru svona, ég segi ekki vitfirring, en þetta var mjög sérstakt. Því að ef þú læknaðist ekki, þá varstu bara í vantrú. Já, það var bara vantrú hjá þér, þú er bara að laga lífið þitt, kallið minn. Þá er þetta í lögmáli, sjáðu. Þú verður að redda þessu. Þín trú er ekki nógu góð, þín trú er ekki nógu mikil. Þannig að nú skal þú laga þitt líf ef þú ætlar að eignast eitthvað frá Guði. Það er nákvæmlega það sem Abraham reyndi að gera með Hagar. Það tókst nefnilega ekki. Eignast barn. Og þú getur eignast ýmislegt þegar þú hamast þessu, ég veit ekki hvað, að reyna að redda þessu sjálfur í þinni trú. En það er ekki loforðið. Vitið þið á hverju? Vegna að loforðið er hvíld. Loforðið í Hebreabréfinu er að ganga inn til hvíldar hans. Og þetta fólk átti enga hvíld. Enga. Þegar þú átt enga hvíld, eða þér finnst þú alltaf vera í vantrú, eða þú finnst þú alltaf vera manntóknarlegu Guði, þá átt ekki hvíld. Þú þarft náð og trú. Þú þarft náð og trú. Þá getur þú gengið inn til hvíldar. Í Jóhannesarbréfi 1 segir, við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Trúin þín er svar hjarta þíns við kærleika Guðs. Það er trúin þín. Trúin þín er það sem að þegar þú sérð og finnur kærleika Guðs og veist hvað hann elskar að fyrra bragði og þú bregst við því með þínu hjarta í trú. Það eru viðbrögð við kærleika hans. Í Hebreabréfinu ég vísaði á hann hvíldina, það segir að í 4:23 að þeim bauðst að ganga inn í hvíld drottins, en það lánaðist þeim ekki vegna þess að þeim skorti trú. Þeir höfðu ekki trú á því sem var að gerast og fengu þess vegna ekki að upplifa. Trúin og ráðin, þetta verður að vera hvortveggja. Hvað gerist? Ég lýsti því áðan, ef að trúin er bara án náðar, þá kemur lögmálið. Þá kemur bara erfið og streð og ég er að bara standa með, ég er að gera þetta og ég er bara að vinna og starfa og allt þóknast Guði. Og þú keyrir á vegg nýtt daginn búinn. Ég veit fólk sem keyrið alvarlega vegg svona. Ég hef sagt áður hér held ef ég man rétt, ég veit fólk sem tók líf sitt. Vegna þess að það hreinlega var búið að klessa svo mikið á vegg í eigin mætti að það réði ekki við lífið lengur. Vitið hvað hitt er? Það er nefnilega líka til náðar fólk án trúar. Guð er svo góður! Og hann er það. En svo lifir það bara eins og ég veit ekki hvað. Vegna þess að Guð er hann sama. Guð er góður. Sér hvað er að fara? Annars vegar er það algjört lögmál og hins vegar ekki neitt. Ég meina, engin trú, engin góðverk, ekkert, engin kærleikur, ekki neitt, það er bara náð. Sér hvað er að fara? Þetta eru öfgar. Það er þegar þú giftir þetta hvortveggja og fæðir afkvæmið í trú og náð, þú meðtökur hvortveggja sem gjöf frá Guði. Bæði náðina og trúna. Þetta er ekki eitthvað sem þú finnur bara á förnum vegi. Þetta er gjöf til þín og mín frá Guði. Og þegar við meðtökum það, krakkar, þá eignumst við eitthvað sem setur okkur frjáls. Frjáls til að lifa lífinu sem við erum sköpuð til þess að vera. Lifa. Þetta líf er allur, ég get að sagt okkur á, þið vitið það, fólki okkar í landinu er að leita að þessu lífi. Sumum er alveg sama reyndar, en stór hluti Íslendinga, og ekki bara Íslendinga, heldur út allar heim, vilja lifa andlegu lífi og er að leita að andlegum hlutum. Þau leita hér og þar. Stundum finna þau eitthvað, finnst þeim. Eitthvað pínupóns. En það er nákvæmlega eins og ég sagði áðan. Þú getur verið í trúnni án náðar og þú finnur eitthvað. Þú getur verið í náðin án trúar og finnur eitthvað.
En það ekki fyrir að þú fær afkvæm með þessu tvennu sem að lífið fæðist fram. Þá fæddist lífið, þá fæddist loforðið, þá komdu inn til hvíldar minnar og findu kærleika minn. Findu hver ég komdu hér og leyfðu innanfrá út, leyfðu mér að breyta þér innanfrá. Og hann setur ljósitt inn og mundu það sem ég sagði á hann í byrjunarsögunni. Ekkert myrkur nær að slökkva það. Það slökkna bara ef að þú slekkur. Þú heldur ljósinu lifandi. Þú framgengur í trúni, þú framgengur í náðinni. Gott. Þetta ekki spurningin verkin þín eða störfin í trúni. Hins vegar vil ég segja það að þegar þú færð afkvæmið, þá verða verk. Þau eru bara ávöxtur af því sem Þú ert ekki að streða þig í eigin mætti, þú ert ekki að hunsa þig og gera ekki neitt. Þú allt í einu færðu bara ávöxt sem streyma fram löngun og þrá. Mundu eftir í. Margir kristnir menn vilja fá ávöxtin, margir kristnir menn vilja fá ávöxtin sinn. En þú býrð hann ekki til. Þú kreistir hann ekki fram. Mundu. Já, búar, margir reynt að kreista fram ávöxt. Ég er með Havaírós, við hjónin erum með stóra Havaírós. Nei, hún er reyndar inn í stofu þessi. Og hún hefur ekki blómstrað í, já, nálægt í. Bara slatti mörg ár hefur hún ekki blómstrað. Er hún lifandi? Já. Hún er svo lifandi að hún kemst ekki lengur fyrir í stofunni. Hún er bara blöð út allt. Ég er búin að klippa hann alveg reglulega og hún alveg þenur út blöðunum. Elskar að búa til blöð. Þú veist. Það er búið að umpósta hana, það er búið að laga svo einn góður, einn svona kona með græna fingur, mjög græna fingur. Hún segi, taktu nú umpósta hana, taktu svo og svo skaltu þurrka hana leiðinni, kvelda hana svolítið. Hann fær ekki vatn strax. Baða hana fyrst og láta hana svo þotna vel að þú sjá hvort það gerist. Já, hún þotna bara svo kvart á hann bara og vildi fá meira vatn og þú veist, blöðin bara koma ekki. En ekki einu sinni hefur mér dottið í huga kreistar hann til að fá blóm. Ég mun aldrei geta kreist fram blóm á henni. Engan hátt mun þú heldur geta náð að kreista fram andlegan ávöxt í lífiðinu. Hann vex af því þú er búin að eignast. Ávöxtur er einmitt þess eðlis að hann vex. Hann kemur af því að eitthvað hefur gerst. Ok? Það er ekki verkin þín og trú sem eru triksið, heldur náð og trú. Í Jóhannes 6 hlustið á þetta. Segja strákarnir, lærisveinarnir. Þeir voru með marga góða spurningar. Hérna er ein. Þeir eru að tala við Jesú og segja, henni Jesú, hvað eigum við að gera til að vinna Guðsverk? Hafið þið nokkuð tímann heyrt kristinn mann sem ekki vill þetta? Hvernig get ég verið í Guðs vilja og gert hans verk hér á jörð? Þetta er stærsta spurning sem allir kristnir menn vilja fá svarað á eitthvað nátt. Og þeir náttúrulega eru með meistaran hjá sér og spyrja bara, ok, hvað erum við að gera? Út á hvað gengur þetta að gera Guðs verk? Og Jesús sagði, það er Guðs verk að þið trúið á þann sem hann sendi. Það er ekki verk. Það er Guðsverk. Af hverju? Vegna þess að þegar við gerum það, þá fæðir hann fram ávöxtin og verkin eins og hann vill hafa þau. Þannig að við þurfum bara að gera eitt. Við þurfum að meðtaka fyrir náð, hans líf og trú fyrir náð. Þetta tvennt í okkar hjörtum, ef við pössum hjart okkar með þetta tvennt, þá sprettur þar fram góður ávöxtur. Sem eru verk Guðs.
Eru þið með? Ég ætla að klára hérna bara með einu versi. Í Galatabréfinu 5:6. Ég hef líka farið með þetta vers einhvern tímann áður því að þetta er eitt af mínum uppáhalds. Hvernig virkar svo þetta í dag, í þínu og mínu lífi? Þar segir, í Kristi er ekkert komið undir umskurn eða yfirhúð. Með öðrum orðum, það er ekkert komið undir lögmáli, það er ekkert komið undir verkum. Það er það sem að umskurn og yfirhúð var tákn fyrir að þú tilheyrðir lögmálinu og sáttmála Guðs í lögmálinu. Það er ekkert í Kristi komið undir því, heldur undir trú sem starfar í kærleika. Þegar við föttum, þegar við kveikjum, þegar við meðtökum afkvæmið sem að trúin og náðin gefur okkur, ekki það sem við erum að reyna að fá fram að öðru hvoru megin, heldur bara þetta. Það sem gerist þá er að þá kviknar innan með okkur kærleiki Guðs. Við getum bara elskað vegna þess að hann elskaði okkur á fyrrabragði. Hann elskaði okkur að við elskuðum hann ekki fyrst. Og það, faktist þá muni eftir setningunni að hinn fyrsta kærleika sem talar opinberabókina, sem menn hafa tapað hennum fyrri kærleika. Hver er töpuðu þeir? Hver var fyrsti kærleikurinn? Kærleikur hans til okkar. Fólk tapaði því. Flestir nefnilega hafa haldið það, já, ég elska hann ekki nú mikið, já, ég finn það alveg, sko, það bara, fyrst því ég frelsaðist, þá elskaði hann alveg rosalega mikið, en núna er ég bara, nú er ég ekki góður, sko. Það er bara ekki það sem við erum að tala um. Til að komast inn fyrsta kærleika, þá þarf þetta að koma á stað, hann elskar mig. Hann elskar mig, það er einn fyrsti kærleikur. Þá get ég meðtekið hans náð og hans gjöf og hans trú, látið það spretta fram. Og eftir það, þegar ég byrja að lifa mínu kristna lífi, þá er bara tvennt sem að gildir. Það er að lifa, að framganga í trúni, sem að búið að gefa þér, sem starfar í kærleika. Við erum kölluð til þess. Að elska og starfa í kærleika. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir orð þitt, þökkum fyrir náð þín og trú þína, Drottinn, sem þú gefur okkur. Og við leggjum okkur fram fyrir þig núna á sérstakan hátt og biðjum þig að setja þetta orð, þitt sannleiks orð, djúpt í hjarta okkar, Drottinn, til að bera þar ávöxt. Drottinn, við svo sannarlega þráum að ganga inn til hvíldarðinnar. Við þráum að framganga, Drottinn minn, í trú sem starfar í kærleika. Og þetta er gjöf frá þér. Þetta er gjöf þín til okkar. Þetta er gjöf þín til okkar. Hjálpa okkur að sjá það, hjálpa okkur að meðtaka það, Drottinn. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Halleluja. Hann langar aðeins að biðja, það kemur í hug mig núna bara þegar við erum að biðja. Einhver sem ég veit ekki hvort það er augnsjúkdómur, en það er einhvað að í augunum þínum. Myndur við bara gefa hérna, tveir hérna. Strákar, myndu ekki bara leggja hendina á öxlina á þeim, bara hljóðlega, svona já. Og við ætlum að biðja. Faðir minn, ég þakka fyrir það við megum biðja, fyrir þessum systrum okkar í Jesú nafni, að lækning þín komi núna yfir augu þeirra og geru þið heil. Í Jesú nafni þá segir verið þið heilar af þessum meinikar fyrir Jesú kraft og nafn. Heilbrið. Heilagur andi snertir, heilagur andi gerir heilt. Heilagur andi snertir og gerir heilt. Í Jesú nafni. Meðtaki lækningu heilags anda. Amen. Halleluja. Já, það er eitthvað líka sem það er hálsinn, það er fyrir ofan háls. Hver er með einhver megin í hálsi? Líka. Heyrðu, bara tökum við þetta. Þú fær bara tvöfalt í dag alveg.
Takk Jesús minn fyrir það og við mögum biðja hálsmenni líka, Drottinn minn, lægist. Það sem orsakar, Drottinn minn, það læknast, verkið, þrautir og vanlíðan víkur frá fyrir Jesú nafn. Vertu heil fyrir Jesú nafn og kraft heilags anda sem snertir þig og gerur þig heila. Amen. Halleluja. Takk Jesús. Nú ætlum við að bjóða ykkur til fyrirbæna hérna fram, þeir sem vilji koma. Það kaffi frammi, ef við hefum tíma til að staldra við og eiga smá samfélagi hvort annað. En þeir sem vilja fyrirbæn, alveg saman hvers eðlis, alveg saman hvað það komið bara fram og við erum hérna nokkur sem erum tilbúin að standa með okkur og biðja. En Guð bless ykkur, elsku vinir. Takk fyrir samverun í dag og þeir sem eru heima að hlusta, takk fyrir samverun í dag og við sjáumst allavega eftir viku ef ekki fyrr.